Heyrðu, það er svona skrýtnir tíma sem við lifum. Það eru átök í samfélaginu og þegar það þá þurfum við svona að ræða saman það hvaða merkingu hafi þessi átök, hvað er deilt, milli hverja eru átökin. Og til að hjálpa mér við að skilja þetta eru hingað komið 3 manneskjur, Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri, Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR og Birgir Þórarinsson, Birgir Veira í Kuskus. Verið velkomin. Takk. Hvað segirðu, Þórhildur? Er þetta svona tími, þessi átök, við erum að tala átökin á vinnumarkaði og það eru verkföll og svona harka í mörgu. Er þetta svona tími þar sem að við sem ekki erum beinið þáttakaður, ekki svo strákandi sem voru hérna áðan sem er í verkarstöðslu? Er þetta svona tími þar sem við eigum að taka afstöðu? Kallar þetta okkur að... Ég hef ekki alltaf að taka afstöðu. Já, í öllu? Já, ég held það og það sé nú svona ágætt að hafa skoðanir sem að gjósi ekki bara upp þegar aðstæður verða eins og þeir eru núna. Já. En ég býst nú við og sést nú svona tala meira um afstöðu til þessar deilu sem nú stendur. Já. Og það er svo sem það er ekki að fjölur hvað það er statt, en ég held að mín afstæð er svo, eða mín skoðun er svo að þetta eigi sér miklu dýpri rætur heldur en birtist á yfirborðinu, en það sé raunverulega að ræða eins og oft áður að það sé það svona almenn sátt eiginlega að það eigi í raunin ekki að hrófla við neinu. Og í öðru samhengi að það kalla stöðuleiki, en það má... Stöðnun? Já. Varðstaða valdsins? Já, og það virðist vera það samkomulag aftur og aftur að það beri að halda þessu mun í samfélaginu og þessu mikla mun, og það sé hlutverk einhverja umfram aðra að vera þar á botninum, og það sé spegilmynd, eða við viljum spegla okkur í því, vegna þess að okkur er gjarnt að halda, eða okkur er tala trúum, og oft er það kannski rétt, að þeim sem vegnar vel, að það er að segja að peningar efnahagslega afkoma sé sjálfum þeir að þakka því leyti til þú sér betur hefnaður en náungin sem hefur aðeins minna, og það beri vottum að þú hafið meiri gáfur, meiri getu, betri menntun, sérst að öllu leyti betur hefnaður heldur en næsti, og þannig viljum við geta speglað okkur, við viljum hafa þennan spegil á botninum þannig að jafnvel þeir næstlæstu geti speglað sig, og það dæmist alltaf á konur að vera í þessari stöðu, enda náttúrulega mörg þúsund ára hefð fyrir því að þær séu þar, og þar að þau ekki eru það líka að vinna störf sem er kannski alveg innbyggt í samfélagið og rótgróið, og það er ekki ósegjuð, af því að þannig hefur það alltaf verið, að þetta séu störf sem að konum ber í raunin að vinna og ber að vinna þau ókeppis. Því að þau hafa verið unnin ókeppis náttúrulega öldum, árþúsundum saman, og þau séu ekki launaverð. Og aftur er það konur sem lendi í þessari stöðu, og það virðist ekki valda miklum áhyggjum og fáir sem standa með þeim. En það, ég ætlum ekki að segja það, mér finnst nú vera raddir núna það að það eigi að styðja þessar láglaunakonum, mér finnst það vera svo nokkuð voldur rödd núna, en mér finnst það athyglisvert að hverju þetta stoppar alltaf þarna. Og það vottar fyrir ykkur svona samheldni hjá öllum öðrum það að... Ennum betur settu. Já, og segir líka bara þeim sem núna hafa þegar landað samningi að ég heyri ekki, eða ég veit ekki, að það sé vankunnátta, ég heyri ekki að þar sé einhver skilningur á því að það verði að hleypa þessum lægstlaunuðu nær. Ég hef ekki heyrt neinar stuðningsyfirlýsingar það að það sé eitthvað eðlilegt eða æskilegt að reyna að hífa upp og jafna aðeins kjörin. Ragnar er búin að skrifa undir samning, þannig hann getur bara að svara þessu. Já, ég ætla ekki að gera honum upp skoðan, ég bara segi, ég hef ekki heyrt svona. Ragnar, hvað? Já, bara stöðuna jú, ég skrifaði undir samning og við vorum nú að senda frá okkur úr miðstjórn Alþýðusambandsins stuðningsyfirlýsingu til verkfallsaðgerða Eflingar
þar sem að miðstjórnin lýsir við fullum stuðningi við þessar aðgerðir og hvetjum fólk til þess að fólk úr öðrum stéttarfélögum að fara ekki ganga ekki í störf þeirra sem eru undir verkfallsaðgerðunum og ef við tölum bara kannski stöðuna í þessum aðgerðum að það er svo margt einhvern veginn sko, það er ekki oft sem að ég á hliðalínunni það sem er átök það er nú svona kannski pínu nýtt fyrir mér en jú þetta er maður hluti að þessu og að því að maður starfarinn af verkalýðshreyfingarinnar en það er svo margt sem að veldur mér áhyggjum og það hvernig þessi átök milli samtaka atvinnulífsins og síðan Eflingar þetta er einhvern veginn sett fram eins og þetta sé einhver nýlunda eins og þetta hafa bara aldrei gerst áður að stéttarfélög fari í átöku eða verkföll þegar þetta hefur nú bara verið reglan fyrir einhverjan undantekningi ég bara tökum síðustu 3 kjarasamninga sem að VR hefur gert að 2019 þá boðuðu verkföll þau fóru í atkvæðagreiðslu og við vorum búin að fara fyrsta sólarhringin í verkföll áður en við fengum sko viðsemjendur að borðinu með einhvern motta samningsvilja. Sama gerist árið 2015 þá boðaði VR til verkfalla og það var kosið þau og þau voru samþykkt með góðu meirihluta sem að svona hefur verið erfiðara fyrir okkar félag, það er svo óbúslega blandað bæði, við erum allt mentastigið allan tekjuskalan og allt þar á milli og það voru verkfallsboðin sem átti að enda í allsherjarverkföllum. Við vorum á þessum tíma að efla okkar verkfallssjóði og svo framvegis færa á milli sjóða og þannig að mín reynsla svo að við hreyfum lítið við samtökum atvinnulífsins öðruvísina gangarinn alla leið og þá fyrst þetta að gera eitthvað og nú þetta svona svolítið málað upp eins og þetta sé eitthvað alveg nýtt og Sólveig og Efling sig algjörlega og Aland og óferjandi og þetta er mjög persónugert mjög svo og það er mjög dapurlegt vegna þess að þarna verið að fara gegn grundvallar réttindum launafólks sem að þessum grundvallar rétti að fara í verkföll til þess að ná fram kjarabótum og sigrum sem að hafa unnist í kjarabártunni sko árum og áratugum ekki árhundruðum síðustu og það er langur lista af stórum sigrum og það þurftur nú aldeilis að hafa mikið fyrir því að ná þeim réttundu fram sem við teljum sjálfsögðu í dag og sem betur fer hafa bæði landssamböndin bæði hjá hennum opinbera og síðan alþýðusambandið stíði fast niður og stutt þessar aðgerðir mótmælt miðlunartillögunni sem var lögð ofan í atkvæðagreiðslu stutt aðgerðirnar fordæmt aðgerðir eða íhlutun ríkissáttasemjara og véfengt lagalegt gildi þeirra og ég hef nú séð og talað við okkar færustu sérfræðinga bæði innan VR og alþýðusambandsins og það er allir sammála það að þarna bara þarna ríkissáttasemjari bara á verulega gráu svæði og svo líka til dæmis orðræðin að það er eins og manni finnst eins og hún Sólveig sé ekki nú að fín fyrir ákveðin þjóðfélagshóp og hvaða hóp? Já, bara til dæmis eins og feministar hafa stigið fram og svona verið að tjá sig mikið hennar framgöngu og ég nú skrifað mikið leigufélögin og hef verið mikið samskiptum við leigjendur kallað eftir sögum og skrifað mikið Ölmu leigufélag og ég hef verulega hugsað yfir þessu vegna þess að mikið af þessu fólki sem hefur leitað til mín eru einstæða mæður sem hafa verið að fá hækkanir á húsalegu upp á 60.000 krónur á einu bretti, 30% jafnvel og hæstu tölurnar sem ég með hjá einstæðri móður með 3 börn var 85.000 krónur á mánuði. Hækkun á einu bretti. Bara hækkun á einu bretti. Og síðan erum við að tala sem samfélag að hér sé bara hafið allir bara blúsandi gott, við séum góð og stundu vel og allan mælikvarða hvað var að lífsgæði. Ríkisstjórnin hefur algjörlega setið hjá. Hún hækkaði húsaleigubætunar 4.800 rétt.
Já, ég er að segja það og það sem að meira að það hefur ekki fengist þrátt verið mikla baróttu hjá okkur bara í hreyfingunni og sömulegis líka mína og fleiri góðra samtaka eins og öflugra samtaka leigjenda sem að hafa verið mjög öflug að það verist ekkert ganga reka í því að koma þessum hópum til bjargar og síðan þegar maður horfir upp á það að þessir hópar eru núna að fara í aðgerðir til þess að fá eitthvað aðeins meira og fá bót sinna kjara að það er átakanlegt að sjá ekki svona kannski vítekari samfélagslegri stuðning við þessa baróttu og reyni dapurlegt að sjá hvernig persónu. En það út af því og kannski harkan í hinu opinbera og þar með töldum ríkisáttasemjara, það út af því sem að Þórhildur að segja að þetta eru fátækustu konurnar? Þess að fá þær þá stálhnefinn harðastur. Já, ég hef svo sem ekki svarið við því en einhver hlýtur ástæðan að vera Þetta endur tekur sér aftur og aftur ræðna með ýmsum hætti alltaf þegar það kemur að konunum og lálur þekki söguna betur Já, ég þekki hana talsveit vel vegna þess að við létum nú einu sinni bara stjórnarmyndun snúast að hækka lægstu launin og ég var nú að skrifa þetta smá pistil og bara svona, ég vil geta þess hér til gamans að þá svöruðu sameiginlega forseti ASÍ og formaður hér það líklega þá hjá vinnuveitandarsambandi svo þau hér þá þeir skrifuðu sameiginlega bréf þar sem þeir sögðu að þessi lögmál hefðu gilt frá því á dögum Mesópótamíu og ég er ekkert að grínast þetta bara settu þeir niður í fullri alvöru sem sagt ekki að raska neinu vegna þess að þá eins og nú hverjir voru það sem voru lægstir það voru þetta konurnar og þetta hefði verið sem við lögðum til að það yrði sett bara lög lægstu laun og þá hefðu konur láglaunakonur hækkað í stórum stíl. Nei, svona hefur það verið frá því Mesópótamíu og við ætlum ekki að breyta þessu. Og þetta er svona enn þann dag í dag. Byggi, heldur að þetta spili inn í eflingadeiluna að svona hörku sem að yfirvöld sína eflingu? Sko, eða við erum náttúrulega bara lifum í samfélagi sem er alltaf bara keyrt, þetta er bara þrotabú nýfrjálsökunar sem við búum í og maður sér það bara á fréttum bara varðandi fiskeldið og byggingareina að það er bara það er bara eins og þetta sé villta vestrið sko. Það er allt einhvern veginn virkar einhvern veginn svona eins og sé bara eitthvað ákveð stjórnleysi í þeim skilningi að það er ekki það er bara verið að tæta allt upp svo að þetta græða meira og þannig að það er bara best að hafa bara allt í upplausn, ekkert eftirlit og bara það er villta þá ræðir þá sterki og ríki flytja bara inn fólk og reyna einhvern veginn að hafa réttinda fólki í bæði með því að takmarka upplýsingar og alls konar svona hluti maður sér bara þess að eflingandeilu þannig að sko samningarnir var ekki 2019 þegar náðist þá náði Efling mjög góðum árangri með sínum verkfallsaðgerðum Það var lífskjarasamningur á 2019, síðan fór Efling í 2 verkvöll, annars var eitthvað Reykjavíkurborg og hins vegar sveitafélagunum í kring. Og náði bara mjög góðum árangri. Og sko ég held að þetta hafi bara valdi bara alltaf styrr, skilur, og meða við hvernig þróun þessar kjarasamninga hefur einhvern veginn verið, þá finnst manni bara eins og þetta hafi verið svona hálfvegis verið stillt upp svona að Efling er bara skilin eftir, bara hafa fyrir utan, klára restina og svo verður bara solu slátrað, skilur, fattur við. Og mér finnst þetta bara vera, það er bara senan sem er í gangi og þess vegna finnst mér bara mjög mikilvægt að aðrir hagsmunaaðilar, vinnandi fólks, bara sjáu þetta, skilji þetta og styðja hann 100% og fari bara verið með læti í staðin fyrir að leyfa einhvern veginn samtökum með atvinnulífsins og þessu meðvirka liði á RÚV einhvern veginn að stjórna umræðin það að þetta sé nú bara alveg fáranlegt að þessi erfiða kona sé einhvern veginn að leiða láglauna fólki í glötun, skilur og þannig að ég sé þetta kannski bara
þannig að þetta sé mikilvægt uppgjör sem kannski bara eiga sér stað hvort að atvinnur ná einhvern veginn að kneseta almenning í raun og veru. Það eitt merki að til dæmis ályktanir ASÍ og fleiri hafi haft áhrif að það þetta samkomulag sem að sáttasemjari gerir við Eflingu að bíða eftir Landsrétti. Já, hann var búinn að senda inn tilkynninguna og svo einhvern veginn áttar hann sig á því að hann hefur ekki stuðning einhvern veginn í samfélaginu til þess að senda lögguna á Eflingu og gerir þá samkomulag að byggða á kröfum Eflingar að það veri beðið eftir Landsrétti. Heldur þetta oftúlkun hjá mér, Ragnar? Nei, ég held ekki. Ég held að hvað ég segja, viðbrað verkalýðshreyfingarinnar og stuðningur við orðin bara gagnrýni á ríkissáttasemjara hafi haft áhrif. Ég held það. Já, hann hefur ekki fengið mikið af stuðningsyfirlýsingum ríkissáttasemjari. Hefur hann ekki fengið? Nei, ekki svona. Hann hefur fengið frá Ásmundi Stefánssyni og Láru Vaff og... Já, en ég verður að meina svona það sem svona einhvern veginn liggur í loftinu. Hann hefur fengið mikil stuðning frá fólki sem hætt í verkalýðshreyfingunni en ekki fengið neitt stuðning frá verkalýðshreyfingunni. Við erum alltaf hópurinn sem hefur verið með að taka afstöðu gegn ríkissáttasemjara með þessa ákvörðun. Já, ég veit. Þetta allt hóparnir sem að hann þarf að vera í samskiptum við og þannig ég held að þetta hafa haft áhrif og ég get tekið undir með Bygga að þessi atburðarás sem að teiknaðist í kringum kjarasamningana núna hún hafi verið þaulskipulögð af samtökum atvinnulífsins og hvað við segja, allri áróðursmaskinunni í kringum samtökin að það hafi verið þaulskipulögð aðferði að reyna að búta niður samstöðu hreyfingarinnar og semja við hvert félag fyrir sig og það Þú var svolítið samin út í horn. Já, og þú veist, og ég upplifði það til dæmis þegar við vorum í Karphúsunni að ganga frá samningi, við mynduðum í rauninni bandalag með samflótið iðnaðarmanna með mjög stuttum fyrirvara og maður fann hvað var mikil óánægja í bæði á vettvangi sáttasemjara og sömuleiðis líka hjá SA að við höfum myndað þetta bandalag bara svona upp úr þurru og bara mætt bara niður í Karphús með þeim. Og svo var þetta bara gegnum gangandi í gegnum allt samningaferlið að það var verið að reyna að draga okkur frá þessu samflóti. Þegar við vorum svona búin að klára þennan ramma sem að við svona töldum okkur geta í það minnst að fari með í atkvæðagreiðslu til okkar félagsfólks að þá átti bara að skilja iðnaðarmenn eftir og þeir voru með þess að líka reyna að búta niður samstöðuna þar. Þetta var ótrúlegt að vera að vitna að þessu hvað þetta var skipulagt. Þannig að þú hittir alveg naglan á höfuðið þarna að þetta var þaulskipulögð aðför að samstöðu hreyfingarinnar og sem betur fer að þá held ég að ég var nú að vinnufundi miðstjórn Alþýðusambandsins í vikunni. Það sem komu nú saman allur hópurinn sem hefur nú stundum deilt, reyndar náttúrulega utan Eflingar, þau náttúrulega eru í aðgerðum. Og ég skynjaði alveg á fólki og það var kannski ánægilegt að þetta verður ekki látið gerast aftur og það fannst mér svolítið vera tónnin í hópnum. Fyrir ekki hvað verður ekki látið gerast aftur? Kljúfa hópin svona eins og var gert núna. Stjórnvægilega leikriðina. Það má ég spyrja þig, Ragnar, að því að þú varst í Karphúsum 2019, lífskjarasamningunum, að þá var hreyfingin að sömuleyti, það var svona skjálft í henni, kannski ekki alveg sundruð, en þá gætti ríkissáttasemjari sem að þá var sig á því að semja við þá sem að voru kannski vildu ganga lengst, heldur þeim inni. Er ekki svolítið munur á því? Því það var eiginlega þið leiddu samningarna sem voru gerði fyrstir, þið Efling og Verkalýðsfélag Akraness og Starfsgreinasambandið kom með. En núna er þetta alveg öfugt, nú var samið við Starfsgreinasambandið sér og svo átti að þröngva ykkur í svona orðnum hlut. En munur á þessu? Það var kannski ekki alveg svona einfalt, hvorki núna síðast né 2019. 2019 þá fer hluti af Starfsgreinasambandinu ásamt landssambandi verslunumanna og gerir allu að samningi
og hópurinn sem fór saman þá, það var Vaffer og Efling og Akranes, Grindavík og gott af Aðalsteinn hafi ekki verið með okkur líka Húsavík og hérna, þannig að við vorum alveg fyrir utan til þess að byrja með, þannig að það var gerð alluga fyrst að hinum hópnum. Það gekk ekki. Það gekk ekki, eða þú veist, þau treystu sér ekki til þess að skrifa undir samning og bera hann undir, þannig að við fengum keflið og við náum nú að klára þetta með herkjum fyrir rest, þannig að hérna, og þegar leit út fyrir að samninga myndu nást, þá buðum við öllum með, þannig að við fórum í rauninni sameiginlega í þetta svona í restina. Það sem gerist hins vegar núna er að ég veit ekki hvernig á að lýsa því að þú veist það verður hérna bara einhver atburðarás. Auðvitað hafa öll félög frjálsan samningsvilja, það er ekki hægt að segja að þú veist SGS hefur alveg mikið rétt til að semja eins og við og ég kannski ekki bara oft verið í þeirri stöðu að þurfa að koma eftir öðrum. Við höfum yfirleitt leitt þessar viðræður og svona sett fyrir ekkar línurnar heldur en að koma eftir á. En svona eftir á hyggja að það kannski kom svolítið í bakið á okkur hversu skipulagt þetta var og við verðum bara að læra af því og sjá til þess að svona lagi geti ekki komið fyrir aftur. En hvað segir hérna Ragnar nefndi hérna feminista. Ég veit ekki hvort þú kannast við það nú, ég ætla ekki að vísa í pistil að því að Stefán Ólafsson skrifaði grein á Vísi þar sem hann hvatti feminista til þess að styðja baráttu lánunarkvenna og kannski Sólveigu Önnu sérstaklega. Það skrifaði Sóley Tómasdóttir grein þar sem hann sagði að svona aðferðir Sólveigur væru svona karlægar. Já, ég hef ekki. Það var ekki að krefjast þess að feministar vera að styðja konur sem var eins og kallar. Hegður sem svo kallar. Fyrstulega veit ég nú ekki hvað átt við með feministar, því að það getur hver sem kallað sig feminista. Þannig að það er orðið mjög svona óskilgreindur hópur. Sjálfsjúkdómsgreinandi. Já, þannig að ég getur ekkert sagt að það sé hægt að ætlast til þess að öllum, eins og málum hátt að öllum feministum, ég meina það fullt af fólk sjálfsagt í samtökum atvinnulífsins sem kalla sig feminista. Þannig að ég veit ekki alveg til hver verið að tala. Ég held að þetta sé nákvæmlega það, þetta er svo feministar einhver hópur sem ekki einhver þröngur hagsmunahópur, þetta er bara mjög breytt yfir kvenkynnið allt saman hvar sem það Ég getur feministi á þess að styðja láluna. Já, það virðist vera. Finnst þér það trúlegt? Nei, mér, það samfæri mig ekki, skilurðu, en þannig farið að nota orðið og þar með að gera það bitlaust. Að það geti bara já, hver sem er staðið og sagt að ég er feministi. Ok, þannig að ég ætla að fara í eitthvað þras, þetta fer náttúrulega bara eftir þú veist, hver baráttan er hvaða réttlæti verið að reyna að leiðrétta. Það getur vel verið að einhverju fólki finnist eitthvað bara eðlilegt að sé bara mikið launabil og eitthvað svona og það komi eitthvað svona kjarna kvenréttindum ekki beint við. Það sé svona bara eitthvað vinnudeilur og það að konur séu svona búin að vera að sinna einhverjum láglaunastörfum og það sé ekki alveg það sama eins og þær að berast fyrir með einhverjum svona réttindum að bara koma, að hafa eitthvað jafnt í einhverjum stjórnum félag og eitthvað annað. Þannig að fólk sér þetta kannski bara mismunandi hvað er mikilvægt í kvenna baráttunni. Og auðvitað munu einhverjum og það er búið að fletja það allt afskaplega mikið út, finnst mér. Þetta er ekki svona þegar þú varst í kvennalistanum? Nei, við skerptum náttúrulega línur að mörguleiti og þarna og þá við töluðum syngt og heilagt breytt samfélag og hugafarsbreytingu að svona sífellt viðgerðarstarfsemi og bæta sífellt líkurnar þær væri orðnar svo gat slitt að það hefði ekkert hald en núna er ekkert talað um það að feministar vilja einhverjar grundvallar breytingar. Mér sýnist að núna sé hægt að segja að feministar bara þeir sem að vilja jöfn laun, kalla og kvenna og vilja jafn marga konur og þingja og kallar og eitthvað svona sem allt skiptir máli en fyrir mér er nú getur það getur hvaða konu sem og hvaða kallmaður sem kallað sig feminist en mér finnst að vera grundvallaratriði að efast allar stofnanir samfélagsins
af því að það eru allar inngrónar, samgrónar í kerfi sem hugsað af köllum, stýrt af köllum, byggt upp af köllum. Til að kúa konur. Ekki, það kannski ekki endilega tilgangur. Nei, var ekki tilgangur, endilega, það var svona hliðar, en það var svo sem aldrei neitt verið heldur að reikna með þeim til nokkura hluta, sko. Við skulum bara rétt átt okkur á því hvað það ofbáslega stutt síðan bara rífilegt var ymbrað á því að konur hefði ykkur réttindi. Það var bara í gær. Eða bara eitthvað innlegg í samfélagslega umræðu. Bara nokkuð skapaðan hlut, og ef við ætlum að taka svona lengri mælikvarða, þá gerðist það bara nánast í gær, sko. Þannig að auðvitað rótgróið ennþá inn í allt feðraveld og allt samfélagið að konur séu karlmönnum standiðum ekki jafnfætis og þeim beri hvorki sömu áhrif eða völd eða auður eða tækifæri. Í raun og veru það ennþá svona undirliggjandi allstar. En Þórhildur, segðu mér, hvað finnst þér það að kona segi aðra konu, að hún get ekki stutt hana því að hún of lík körlum? Það bara, Hefur það verið sagt á þig? Að þú hefur leikstýrt eins og kall? Nei, það hefur aldrei verið sagt að ég leikstýrt eins og kall. Hvaða rugl þetta? En ég meina hún sollaði bara alvöru kettling, þetta ekki en kall, þetta bara alvöru kettling. Kettlingar eru kröftur og eru kjátt og svona. Ég meina konur og gallar geta tekið afstöð á alls konar forsendum. Ég meina, það getur vel verið að einhverjum og hafa ekki líkað einhverjar starfsaðferðir inni í eflingu. Svo sem þekki það ekki nema bara svona það sem maður heyrir á afspurðsumt, að ég var ekki gett að heyra. En mér finnst það ekki mega að draga athygli frá þessu grundvallaratriði að hún núna að berjast fyrir lægst launaða fólkið í landinu sem eru að stórum hluta til konur, og svo getum við deilt aðferðir og hitt og þetta og persónur en það bara til þess gert eða til fallið að taka athyglan af því sem máli skipti. Það hverjir eru alltaf á botninum og af hverju eru við alltaf þar konurnar. Það aðalatrið. Svo geta konur deilt hitt og þetta, haft mismunandi skoðun hver á annari, stutt hver aðra mismikið og mislíkað og svo framvegis, en þetta grundvallaratriði, það styð ég og þar styð ég Sólveigu í hennar baráttu, en ég geti alveg eflaust sett út á ýmislegt sem gerðist. Og þetta fólk sem þú ert að lýsa, það kaus hana til forystu? Já, það kaus hana til forystu. Og það í tvígang. Hvernig finnst þér umræðan Sólveigu svona, í þessum tón sem að þú kannast nú við samfélaginu? Mér finnst þetta bara, ég náttúrulega þekki hana dálítið, hún er náttúrulega einn besta vinkona konuna minnar, þannig að ég verð að fara varlega, en það sem var náttúrulega bara mjög áhugavert þegar hún stígur fram, að þá fekk hún mikla virðingu í heitapottunum, skilur. Þú veist, köllunum fannst þetta töff kona, hún gat komið fyrir sér máli og tala bara mjög skelleg og mjög direkt og var bara hörð og rosalega skriffær og málfær og í raun og veru og einhvern veginn getur komið bara hugsunum sínum ákveðnum málum bara fram bara eitursnjallt, skilur, og það náttúrulega hennar eitt mesti styrkur og hún fekk mikla virðingu fyrir það. En svo náttúrulega bara, þú veist, flæður undan því að, þú veist, bara, svo hún náttúrulega bara eins og þú vart að segja, hún er náttúrulega kona, þannig að þær búa ennþá því að, þú veist, að það megi ekki alveg rugga bátnum eins mikið, af því að þær þurfa einhvern veginn, þú veist, þetta er ekki kvenlegt að vera svona, þú veist, það kall, þá get ekki stutt, og þú kallalega, þá get ekki stutt, þetta er bara svona fáránleg pæling. En ég held að þetta sé kannski bara, það hafi kannski bara, ég held hún njóti ennþá bara mikillar virðingar hjá mjög mörgum, en það er náttúrulega bara verið að teikna upp, þú veist, bara meðvirki fjölmiðlar og þeir sem að einhvern veginn stýra umræðinni, þú veist, eru að reyna að teikna upp eitthvað svona mynd til þess að bara halda henni niðri, skilur, og málflutningi þeirra sem er að berjast fyrir réttlæti í þessu gegnsýrða kapítaliska samfélagi.
Ættu að segja að svona fyrirsögnin sem hún fær eru svona, það er eitthvað tónn í þeim, að það sé verið að reyna að pakka hana inn í því að vera svona eitthvað frenja og bara erfið kona. Já, og ekkit endilega eins og þetta sé eitthvað neginn svona skipulagt. Þetta er að því að fólk er yfirleitt ekki með fulla meðvitund og margt bara með takmarkaða meðvitund. Þannig að fólk skrifa bara eitthvað sem finnst, skilur. Og finnst það bara rétt, það er ekki svona, ég ætla að skrifa eitthvað vont Sollu núna, heldur að skrifa bara eitthvað sem þið finnst og setur það bara fram, en það sem þið finnst kemur úr þessari feðraveldis hugmyndum að hún eigi ekki að vera svona óheflug, hún eigi að vera einhvern veginn öðruvísi að því að eitthvað. En þetta er bara eitthvað svona tilfinning sem að fólk einhvern veginn lætur frá sér í einhverju meðvindaleysi, skilur mig. Og þannig finnst mér bara umræðan og sérstaklega bara eins og Rúf og Silfrið, þetta er bara eins og fólk sé ekki með meðvind, skilur. Bara sé ekki skoða bara raunveruleikan aðeins dýpra heldur en bara í einhverju svona þvælu. Það er ekki þetta að horfa fram hjá því að auðvitað fá konur allt aðra. Það eru dæmdar allt öðrum hætti heldur en kallar. Það væri blindar og heyrnarlausa manneskjur sem að segja að svo væri ekki. Og allar konur sem hafa stigið fram með einhverjum hætti og þótt sterkar og hæfar og ákvæðar svo er búið til alls konar orð, að þeim má ekki skrika fótur þá byrja árásarnar og ef það rukka bátnum og þá er strax farið í persónuna, þá er hugmyndunum sleppt og farið í persónuna og það er, ég hef nú stundu sagt svona í gríni að skapgerðar gallarkvenna eru náttúrulega með þeim ólíkindum að það er bara það sem það virðist ofta að gallarkarla séu litlir sem engir og ef þeir eru þá skipta þeir ekki máli vegna þeir eru svo hæfir eða eitthvað þannig að þetta sleppa karakterinn svona hans já, það er bara svona hluti af hans svona stíl eða hvað það er kallað en það er alltaf ráðist á konur á persónunótu, það ráðist á persónu þeirra og það er mjög erfitt að sé, ég hef setið undir svoleiðis sjálf alls konar ávirðingum með mig sem persónu hringdi í vini mína, blaða mér hringdi í vinkonu mín til að spyrja hvort það væri ekki hræðilt við hringdi í manni minn til að spyrja hvort það væri ekki hræðilt að vera giftur mér og þetta með að konur búa við og þetta er bara þetta er hluti af miklu stærra hugmyndakerfi sem að þarna fær útrás af því að það er hættulegt að rugga bátnum, rugga einhverju aldagömlu kerfi, látum það vera, svo er verið að laga til inn í því en það verður ekkert gert með neinum almennum hætti, enda sjáum við hvar heimurinn er stattur, við bara sjáum það, afleiðingar af þessum yfirráða, valda, auð, söfnun og mögnun, hvar eru völdin, hvar eru áhrifin, hvar eru ákvarðanar, þar eru þar sem að auðurinn og völdin eru og þar eru kallar með kallægar hugsanir sem alltaf byggjast á polariseringung, arðráni og eins og þú sagði sund að deila og drottna og rakað sér arðinum. Þetta er bara ofbeldi. Og ofbeldi er náttúrulega megin stóðum feðraveldisins. Þeir hafa sífellt gengið fram myrðland og drepandi öldum saman, hver annan, konur og börn og núna náttúrulega með afgerandi hætti náttúrun ofbeldi. Þannig að ofbeldi er ein megin stóð feðraveldis samfélags, kapitalist feðraveldis samfélag. Ragnar, þú hefur fylgst með Sólveig Önnu. Er það ekki samt svolítið svoleiðis að því meira sem er barið á henni að því sterkari verður hún einhvern veginn? Hún alltaf er alveg ótrúlega manneskja. Þú veist, ég hef... Hún stendur sterkt í dag, finnst mér allavega. Já. Ég kannski lokar í ykkur búblur. Hún bara styrkist, held ég, og styrkist við mótlæti. En það sem að, eins og ég kom inn á áðan, þegar ég einhvern veginn sprengdum upp þessa umræðu, varandi þetta, að það er einmitt hvernig orðræðin er stýrt og það var það sem að ég vildi svona koma á framfæri að viðmælendurnir eru alltaf svolítið hvernig finnst þér Sólveig og hvernig finnst þér hún vera og er hún ekki alveg ómöguleg og svoleiðis. Er ekki óskaplega erfið? Ég náttúrulega hef gert risa kjarasamning með ekki bara Sólveig heldur samningar en Eflingar og öllu því flotta fólki sem að þar er
og ég hef líka verið í bandalagi með því fólki, ég hef líka verið í myndabandalagi með starfsgreinasambandinu og líka samflótið iðnaðarmanna og þetta allt mjög öflugt fólk sem að starfa á þessum vettvangi með rauninni eitt markmið að það að bæta kjör sinna félaga og tala þeirra lægstsettu og það sem ég var að benda á áðan að þegar við erum að tala sko að það verið að etja konum saman í orðræðinni, reyna að finna viðmælendur sem að segja eitthvað neikvætt Sollu eða síðan neikvætt einhverja aðra og reyna svona að koma til þess að taka rauninni athyglinna frá kjarna málsins og þetta náttúrulega bara, þú veist, þetta náttúrulega bara þekktasta aðferð sem að lobbyistarnir og þetta svo þaulskipulegt sem að þeir hafa til þess að taka athyglinna frá þessi skipti máli og þess vegna kom ég inn á þetta til dæmis með leigumarkaðin og samskipti mín til dæmis við einstæða mæður sem að, þú veist, eru bara í gjörsamlega vonlausri stöðu og það enginn að tala þetta. Það enginn að tala sko, ég á bylginni núna daginn með efnahagsráðgjafa SA og hann segir, herri, við höfum það bara svo meðaltali gott að sko, við erum bara öfundað allan heim vegna þess að samanburðin svo góður. Jú, þú getur tekið hótelþernuna og Halldór Benjamin og lagt saman launið þeirra og deilt með tveimur og þau hafa það náttúrulega meðaltali mjög gott en þetta þú veist kjarni málsins og það sem það skiptir mín helsta fyrirmynd í minni baráttu þegar ég tók ákvörðun að fara í stjórn Vaffer árið 2009 þar Herdís Dröfn Baldursdóttir hún skrifaði tengslanlegt valda með áherslu á verkalýðshreyfinguna og atvinnulífið og lífeyrissjóðana hvernig þetta spilast allt saman og ritgerðin kemur út held í 1996 frekar en 7 og hún var bara útskúfuð hrakin úr landi kölluð doktor í miskilningi það var aldrei, þú veist, það var aldrei rýnt að einhverju dýft í það sem var að segja og skrifa. Ég held að það verið messabótum í kallinn sem að skrifa drikka sem hafi staðið. En það, sko, þetta er náttúrulega, þetta sem þú ert að segja, Ragnar, kannski ekki úr því sem ég er að segja, það er sko þetta að það er svo árangursríkt að dreifa athygli frá grundvallaratriðum og fara að deila persónur eða aðferðir eitthvað slíkt, sko. Allt sem getur dreigið athyglinna frá grundvallaratriðum einhvers konar jöfnuður eða réttlætis, það kemur ekki upp yfirborðið, heldur þá gárað svona og krafsað í það sem liggur beint við í svona einhverjum konkrétt tölum eða hvað það er. En látum grundvall samfélagsins eiga sig. Biggi, ég byrjaði að spyrja Þórildi, hvort þetta væri svona tími þar sem hafi verið þetta gafstuð, er þetta svona tími? Það ekki kosningur á næstunni þannig að fólk getur kannski lítið gert en ég held að sko, veist svo erfitt að átta sig á þessu samfélagi af því að veist, það einhver himna af umræðu og maður veit ekkert almennilega þú veist, hversu mikið hún endurspeglar samfélagið sem fyrir neðan þá heldur hversu mikið samfélagið að hvort að tilfinning sem fólk hefur eldir þessa umræðu, hvort að fólk sé að hlusta á þessu umræðu og segir bara, eldi það sem hefur verið að reyna að halda að þeim, eða hvort að fólk haldi raunverulega, sjá þessu umræðu og finni sig en eitthvað annað. Og ég bara átta mikið á því að sjálfsögður tíminn til að taka afstöðu, en maður veit ekki alveg hvort að það að gerast, þess vegna held ég að sé alveg rosalega mikilvægt að þeir sem að, eru allavega geta komið með einhverja atlögu inn í umræðuna með eitthvað statement eins og til dæmis eins og aðrir sem að berjast fyrir réttindum launafólks að þeir reynir dálítið svona að vera dálítið fyrirferðar miklir umræðinu gegn hinu essa leikritinu skilur og ég veit ekki hvernig það nákvæmlega hægt en það eina sem hægt að gera til þess að fá fólki til þess að taka kannski afstöðu að finnur bara að það eru átök og það er ekki bara sola vonda, það bara allt í játnum og alla að réttindu fólks og það allir að hafa hátt og þannig að sjáu kannski einhvers staðar leið til þess að taka afstöðu og segja bara, heyrðu, við stöndum með Eflingu vegna þess að fólk bara heima þess að gera bara sitt skilur, svo sér það bara einhverja fréttir út undan sér eitthvað og ekkert að fara eitthvað kafa ofan í málin
en tekur einhvers konar afstöðu með því svona þau litbrigða sem það sér úr umræðinni, þannig að eina sem þetta að gera náttúrulega bara fyrir ykkur í samtökum launafólks að reyna að setja almennan lit á umræðinni. Ragnar, það gæti gerst að nú farið þetta til Landsréttar og Landsréttur staðfestir miðlunartillöguna og þá atkvæðagreiðsla hana og Efling nær ekki það getur verið þannig að það eru 28% kosningaþáttaka, 90% vilja fella hana en 10% eru með henni, samt hún látið gilda. Þú getur lentið í sama með þitt félag, það er mjög erfitt fyrir þig að ná 25% félagsmanna til þess að mæta kjörstað til að fella miðlunartillögu. Þannig að niðurstaðan í þessari deilu, Eflingar við yfirvöld, getur enda með því að verkalýðshreyfingin komi mjög löskuð út. Já, það getur sannlega gerst. Við höfum reyndar sem betur fyrir, við erum alltaf að aukast hjá okkur þáttakan og þetta náttúrulega er erfiðara hjá svona stórum félögum. Við erum að koma úr, ég kem úr í kjölfar bankahruns, þess að verkalýðshreyfingin er rauninni bara orðin samdauna bara öllu kerfinu, hvað sem að sé lífeyrissjóðirnir eða bara atvinnulífið, þetta er bara einhver einn grautur og þáttaka í svona starfi er bara mjög lítil, það er ekkert lýðræði. Þegar ég kem inn í stjórn VFR 2009 þá gerum við hallabyltingu í félaginu, það har aldrei verið kosið. Það hefur bara verið eitthvað svona fulltrúa ráð sem er skipað af stjórn sem aftur skipað stjórnina, það er svona bara lokaður klúbbur. Og við komum þarna á mjög virku lýðræði og það er þarna mjög tíð formanskipti fyrstu árin og vegna þess að félagi var náttúrulega bara að þroskast, að fara allt í einu að hafa samband við sína félagsmenn og leyfa þeim að taka afstöð og taka þátt í lýðræðislu ferlum innan félagsins, kjósa forystu, kjósum mynda kröfugerð og fleira, en þáttakan er alltaf að aukast og það er jákvætt, en við erum einmitt vorum með 30% að þáttöku í kosningum kjarasamningin núna síðast, við annan samningin og 26% varandi SA-samningin, við erum með bæði við FA og síðan SA. En það er svona fræðilegu möguleiki að þið gætu fellt mjög. Það er fræðilegur en hann er mjög fjarlægur með hvernig þetta er í dag. Auðvitað vonast maður til þess að þáttaka verið nægilega mikil, en það er algjörlega fráleitt að einmitt að þetta er eina kosningin sem að hefur þessa kvaðir eru þessa miðlunartillögur og það er hafið þá kvöð að það þurfi 25% að hafna bæði meirihluta og það verður lágmark 25% að þessari miðlunartillögu sem sett þessi kvöð er bara eins og það er algjörlega fráleitt, þá bara að duga bara einfaldur meirihluta eins og bara kosningu samninga en það sem vorum að tala hérna rétt áðan að varandi afveglega umræðuna að það verður fróðlegt að lesa tölur fréttaflutning af Eflingu og því sem er búið verið í gangi vegna þess að þetta snýst eitthvað með allt þetta og þetta fjallaði þetta með mjög neikvæðum hætti eins og þetta sé eitthvað tabú sem er að gerast þar, það eru átök út allan heim og alla Evrópu eru verkfallsaðgerðir. Frakkland við vorum að senda frá okkur í yfirlýsingu til PAM sem er systurfélag verslunarfólks í Finnlandi sem er að fara í aðgerðir til þess að fá sanngjarnar launahækkanir til þess að mæta náttúrulega miklum kostnaðarhækkunum, en það sem er að gerast og þetta hefur maður hort svo oft upp á að þegar umræðin er einhvern veginn snúið svona og þaulskipulaðir fréttamiðlar og lobbyistar passa vel upp á það hvað við erum að horfa á, hvað fær mestu athyglina og meðan þrífst spillingin sem aldrei fyrr og hér erum við með stóran stafla af spillingamálum. Ég hef nú skrifað þau mörg og fylgst mjög vel með eins og til dæmis frá hruni og bæði fyrir hrun að þetta verður ekkert breyst. Þetta verður ekki einu sinni lagast. Þú veist, við erum að horfa á Lindarhvolsmálið, hvernig Klakki var seldur, gamla Exista, það nú bara ættu nú að skrifa allavega 2 góðar bækur bara þetta félag sögu þess og í sjálfu sér sjálftökun og spillingunni kringu það er nú bara eitt og sér. Við erum með
bankasöluna, við erum með núna þessar sektir sem að Íslandsbanki að kaupa sér frá, sameiningu við Kvikubanka, fiskeldið skýbyggingar og það sem að mun kosta sko 100 milljarðar og þetta kemst íbúðlánasjóður, má bjóða það við getum, þú veist það eru svo mörg að taka og þá erum við ekki að tala um einhver hrunmál, skilur þú veist, ég menna bara 2015 þegar hlutur Bakka var seldur og þar töpuðu lífeyrissjóðir 60-70 milljörðum. Lindarvatn, skilur hvernig milljörðunum var stólið við braskið nýra á Landsímarind úr almenningshlutafélaginu Æslandir. Það alveg sama hvað maður segir og skrifar, það allt þakkað niður og ekkert skoðað og þar hefur ekkert breyst. Þannig að þetta ég myndi segja að Eflingamáli núna sé algjör kvalreiki fyrir hvað við segja það lag samfélagsins sem að stendur fyrir verstu og mestu spillingun í okkar samfélagi. Það er notað til þess að fela þessi mál? Að sjálfsögðu, ég meina sjáu þið bara það voru fréttaflutningur á sameiningu Kviku og Íslandsbanka og þú veist, þar dýrðarbaugur hvernig þú æðislega gott fyrir okkur öll og það því bara haldið frá síst myndi almenningur í landinu gagnast það bara sko haldið fram síst og gagnrýnilaust að þetta að koma sko heimilónu til góðs vegna þess að þetta að lækka kostnað og ég búin að vera að skrifa svolítið græðgi bankana sem orðin svo ósvifin. Það ódýrara fyrir fólk að vera með dráttarvexti og yfirdráttarlánunum sínum heldur en vextina sem bankandi bjóðaðum upp á. Vaxta álægur hækkað, all gjaldtaka hefur hækkað. Þú verður að nota kreditkortið þitt í útlöndum. Þú veist ekki eins og hvað verður að stela þig miklu vegna þess að það svo vel falið. Þú veist ekki hvað gengið þú á endanum borgar vegna þess að það kemur ekki ljós fyrir löngu seinna eða eitthvað. Þetta allt svona. Bankakerfið, það að mergsjúga þetta þjóðfélag og bara það horfa fréttaflutning eða viðtal við stjórnarforma Kvikubanka þar sem hann heldur því fram að þetta komi neytendur til góða þegar á að vera að spurja spurninga hvað að hjá þessum banka hann fær bara að taka upp geislabógin og pússa hann í beinútsendingu sko. Við sjáum bara félagsskrána Gamma fasteignafélagið Upphaf og allt bulli sem var hérna í gangi þeir eru með einhverja starfsemi í Bretlandi sem að enginn veit hvað verið að gera og sýsla með af hverju ekki einhver sem spyr hvað að? Af hverju þurfa þeir ráðandi hlutafar í þessu félagi Kvikubanka hafa farið með önnur félagi eins og Símann tekið út úr 80 milljarða og greitt eigandi sínum þeir voru stæðstu enga hlutafinn í Arjónbanka sem með samskonareglu búin að flytja til eiganda sinna eitthvað 60-70 milljarða og þeir að gera það sama við Íslandsbanka Stóðir gamla FL Group þetta svona, og þarna eru mikið að sömu persónum að leikundum og það svo merkilegt og þegar við síðan erum að gagnrýna og tala þetta að þá það lífeyrissjóðirnir sem eiga þessi félög eru ráðandi hlut, ég held að þessi með 65% í Símanum Stóðir eitthvað í kringum 15% samt ráða þeir því að Míla mikilvægast í fjarskipta innviður þjóðarinnar það bara seldur og svo þetta greitt út í arð og svo bara fara þeir í næsta félag hér búið að vera að kaupa upp Skeljung og fleiri fyrirtæki það verða að selja lóðir, það verða að hreinsa þetta allt svona innan þetta ef maður horfir þetta eins í víðara samhengi hvað að gerast til dæmis með íbúðalánin hjá fólki núna sem að hafa eftir síðustu stýrivaxtahækkun þá margt sem bendir til þess að þau bara tvöfaldist þegar förstu vextirnir fara að losna hjá fólki að greiðslubyrðin jafnvel tvöfaldist að það margt í þessu þessi hreinsun fyrirtækja innan stökkbreyting á afborgunu lán og ýmislegt sem að bendi til þess að við séum að fara í svolítið svona kunnulegan fasa sem að var síðan aðdragandi ekki bara bankarhrunni hérna á Íslandi heldur hrunni á fasteignamarkaðinum í Bandaríkjunum því miður. Þórhildur, finnst þér það? Þú jankar svona mörgu því sem að Ragnar að segja eins og kannist við allt saman Nei, ég ætlum ekki að segja ég kannist við allt saman sko, þetta maður heyrt að þessum ég ekki inn í þessum með sama hætti eins og hann en hitt veit ég að þetta samfélag það er eitthvað
hvað segir það, something is rotten in the state of Denmark, sko. Það alveg augljóst og það einhvern veginn, eins og hann segir, það verður ekki neitt úr neinu, það koma svona máli upp og þau eru blásin og maður sagði, já, þarna neinu, ekkert gerist og svo kemur bara næsta og einhverju við að fyrirtæki geta sölsað endalist undir sig orðið stærri og stærri og bara ráðið orðið líf okkar og á öllum póstum. Þetta er allt einhvern veginn mjög skrítið. Og svo svo tölum við líðrætt og jafnrétti og það er ekki þetta að neita því að meiri hluti, sko, sem betur fer hefur stór hluti fólks á Íslandi hefur það mjög gott, það er ekki þetta að neita því, en eitt af því sem hefur gerst í þessu bröltu öllu saman í frjálshygginu og eftir það er að það hefur algjörlega tekist að breyta Íslandi í eyðslu og neyslu samfélag og afþreyingarsamfélag. Þetta eru þau 3 orð sem ég myndi velja þessu samfélagi. Er það ekki bara dálítið svona allstað? Brauð og leikir var það kallað hjá Rómverjum? Já, ég meina, það var flestir alveg fínt, skilur. Já. Það er alveg þannig og svo er náttúrulega... Hagstofan gerir mælingar á því, það eru 2/3 sem að ná endur saman, 1/3 er ekki endur saman. Þannig það er ekki alveg flestir, það eru margir. Já. Er það svo hátal, 1/3 sem ekki nær endum saman? Nýjastu tölur. Er það líka með að ná endur saman? Já, er það bara, sko... Þetta er eins og með feminism, það er fólki skilgreinda það sjálf. Já, akkurat, ég ætla að segja það verður svona... Á þess ég ætla að rengja þetta, þá er líka hægt kannski stundum að spyrja, ertu að eyða miklu, ertu að eyða óþáð, þú veist þetta, en það breytir því ekkert að þetta er hópur sem að hefur það slæmt og hópur sem hefur það afar slæmt og langt undir velsæmismörkum. Ég held að, ég má segja þetta, ég sko, veist, á þess að fara að tala eitthvað svona kjör og almennings og eitthvað svona, þá held ég að sko málið er náttúrulega bara, sko, aðalega hvernig þetta samfélag hefur fengið að vera svona hálfgert, sko, að manni finnst einhvern veginn svona vilda vestur fjármagns eigenda, þú veist, það skori niður skattaeftirlit og allar eftirlitsstofnanir og þetta er einhvern veginn með vilja gert af þeim sem að eru í raun og veru bara í vinnu fyrir þetta lið, skilur, og það hefur náttúrulega verið bara, þú veist, í gegnum tíðina sko, 2 stjórnmálaflokkar sem hafa verið svona tengdastir þessum fjármagns eigenda innviðum samfélagsins sem hafa einhvern veginn bara alltaf verið í ríkisstjórn og eiginlega alltaf og sem hefur einhvern veginn bara komið kerfisbundi í veg fyrir það að það sé einhvern veginn hægt að stíga upp úr þessu vilda vestri, sko, það er ekki vilda vestri, bara eins og við séum ennþá bara í torfkófunum með sumt, sko, og manni finnst bara, sko, þú veist, og það virðist ekkert alltaf breytast, en svo spyr maður bara samt, Sjálfstæðisflokkurinn er að minnka, Framsóknarflokkurinn er kannski að breytast, ég veit ekki, en það eiga alveg að vera forsendur fyrir því að það taki við einhver stjórn og það er náttúrulega bara spurning hversu þolinmóðir Íslendingar eru sem hafa sko enga þolinmæði, það sést bara hérna umfyrir, það er engun leið fram fyrir neitt, skilur, bara frekar glötu menning kannski, veist, með ýmislegt hérna á klakanum og þetta er eitt af því sem er erfitt að taka á, er það þarf einhvern veginn að komast einhvers konar bara annars konar kjarni inn í stjórnmálum þar sem er bara farið og reynt að laga hluti þannig að ákveðin atriði sé bara nálgun meira professional í staðan fyrir þetta sé bara einhverja reddingar og já, þetta er nú bara velvilja fólk, við finnum bara út úr þessu einhvern veginn setna, skilur, það er bara einhvern veginn stemmingin í staðan fyrir að fara bara og laga eitthvað megin, það er bara mjög mikill unprofessionalism á Íslandi og bara leti. Ég veit að þið myndu vilja bæta við þetta en ég verði að slá botnin í þetta núna. Aðeins vil ég koma inn á ofbeldi, sko, af því að bara við vitum að það er vaxandi ofbeldi í samfélaginu, síðan börn ofbeldi fulla hegðun, meira heldur þið gerðu áður og það má fara upp stigan, það er vaxandi ofbeldi, og það er aldrei spurt af hverju heldur við bara alltaf að fræða börnin eitthvað svona, er ekki bara
orsaka samhengi mitt milli ofbeldi samfélags í þessum efnahagslega skilningi og stjórnulega skilningi og vaxandi bara ofbeldis í samfélaginu. Það segir félagsfræðin að aukin ójöfnur eykur ofbeldi í samfélaginu. Herðu, Þórhildur, Ragnar og Biggi, kæra þakki fyrir að koma hingað. Þið eftir að segja eitthvað mikið meira, ég bara býð ykkur aftur. Já.